Þessum innbroti ætlum við að fara að segja hvernig við setjum inn glugga og hurðar, hvernig við stilla, hvernig þeir virka, stillingar á þeim, efnisvalið og hvar við sækjum þá. Við getum sótt á aukalega gluggaustar. Grunntýting á gluggum er náttúrulega hérna undir Architecture og Windows. Svo þarfum við hurðum við hérna eins og þetta gefur að skynja. Við byrjum hérna á hurðunum og þá ætti þið að vera með inni hérna einhverja gerðar hurðum og það er búið að búa til hurðarstærðir hérna fyrir okkur nokkrar. Og við skulum nota bara hérna þessa síðustu hérna, hún er ágætt, mjög rúmgóð svona. Og þegar einfaldlega sjáu það kemur svona bannmerki þangað til komið að einhverjum veggjum. Og þá sjáu þið að það birtist svona orðteikningahurðum og þau getur stillt þetta af með því að það getur verið hérna með einu veggnum eða fyrir neðan fyrir hvorum meginn þetta á að vera. Við byrjum bara hérna að smetla á þetta og svo get ég ítt á space takkan þá snýst hún. Þess að ljómi hurðina, ítt á space og þá snýst hún allar mögulega ómögulega kanta eða þá því ítt á örvana sem er hérna. Sjást kundum kannski ekki alveg hérna út að testa hann. Svona. Og það er ágætis viðmið að hún sé 100 mm hérna frá horni. Þá er pláss fyrir karminn, lamin og svo kannski hurða hún hérna á þess að hurðin getur opnað svona auðlega. Síðan sjáum við þetta, við ætlum að setja inn útidyrahurðina. Útidyrahurðina. Að það er ekki fleiri hurðar til henni. Þá vil ég benda ykkur á síðu sem heitir BIM Objects. BIM Objects síðan er í, þetta hét Seek hérna, hér sem að þekkja eldri útgáfuna. En þetta er sem sagt, þeir eru samtalið við Autodesk, BIM Objects og hérna eru inni svona helstu framleiðendur því þurfum að búa okkur til aðgang og þá getum við náð hérna í hurðir. Nei, þetta er ekki Auto, þetta er svo fljótur á mér. Þessar og þá koma upp hérna alls konar. Þetta er beint frá framleiðendum. Svo hérna til dæmis Velfag og einhver fleiri merki sem ég þekki. Það er líka að leita eftir framleiðendum ákveðnum ef við þekki þá. Það er líka að velja hérna, sjá hérna til hliðar og sjá glæsir hérna file type, það er ágætt að gera það á lengra haldið út af því að þetta er náttúrulega ekki bara Revit, þetta er líka AutoCAD og þetta er líka önnur forrit. Þannig að haki hérna við Revit og apply og þá sjáu þið að það kemur upp hérna, sjáu þið þessu leitar kreditkerfin ykkar og þið ætla að leita Direct hennar og það á að vera Revit skrána og þá erum við ekkert að leita einhverjum hurðum sem er ekki til fyrir okkur. En þið sjáu hérna bæði útlitaðum og framleiðandann og það er bara spurning hvert við förum, hvort það fyrir bara ekki í Velfag-hurðinni hérna. Smetlið á hana, vítum á download og velji hérna þá Revit og hún byrjar að lótast, smetlið það bara á þetta hérna niðri og það kemur við svona, það þarf að uppgreita módelið, það getur bara OK og það er eitthvað að vinna hérna niðri sagði. Þá er hún bara komin, þá kemur hún upp í properties glugganum hérna, þannig, nei fyrir ekki, opna á þetta hérna sér, þá skulum við íta bara á þetta hérna fyrir hún, load into process and close. Þið geti líka vista þessu fyrir, ef vilja eiga hann einhvers staðar, þá farið bara hér í family og vistið hann þar sem að þið vilja geyma einhver gögn. Það getur líka farið bara load into process and close, hún vistast inn í þessu módeli, eins og í þessari skrá, þá er hún bara undir staðar. Og ég ætla bara að setja eina fyrir hérna. Ok,
kannski aðra hér eða hérna með bingo. Skoða, það er gaman að skoða líka 3D-ina annars leið saman það kemur út. Þetta er bara að fara að líta nokkuð vel út. Ja. Og það er sama með þessa hurð, það er þetta að stilla þessa þetta frá framleiðandanum og það er eitthvað stillingar hérna sem ég getur skoða og í edit type þá líka. Það er þetta að skoða þá efnisvalið, hvernig glerið er og svona líka. 810 svo með svona vöru frá framleiðandanum. Það var ekkert alveg víst að þið fáið það gerði sem að þið eru með sko. En hérna er listað upp eins og þetta kemur frá framleiðanda. Gluggarnir er sama þar, þau eru hérna uppi og þeir eru listað upp hér og við notum þessa fixed glugga eða fasta glugga þá er það búið til einhverja fortillingar. Við tökum bara einn glugga hérna til fyrir og smellum hérna inn í mótilið, svona, gott og gilt. Og ef við ljóman þá sjáum við að hann er hérna, í properties, þá sjáum við að hann er á fyrstu hæð og það er 305 mm upp í glugga sólbekkinni eða neðri brúnglugganum og það er 2135 upp í efri brúnglugganum. Og glugginn er náttúrulega, hérna er heitið á honum sem er svona miðað þá við uppbyggingin á honum. Þetta heiti hérna lýsandi þá fyrir stillinguna á hæð og breidd. Ef ég vilji búa til aðra gerð þá myndi ég mæla með að þið myndið byrja því að duplicata hann og segjum hérna bara 1400 sinnum 1600 eitthvað svona tala. Og þá þurfum við að breyta hérna, ok, við ætlum að hafa hæðina á honum 1600 og við ætlum að hafa breiddina á honum 1400. Ok, og þá kemur það hérna inn og þau sjá hvað gerist hérna. Hæðin er 305 og efri brúnin er 1900. Við skulum stilla þetta á 2100. Það er svona algengt að hafa hana jafn háa og hurðarnar eru. Kíkjum svo 3D-ið, hvernig kemur þetta út? Okay. Hann er bara mjög stór og mikið gluggi við hliðina á hurðinni og hann er nálægt til sömu hæð hérna efri brúnin og hurðin er. Eða aftur á móti vil ég sækja aðra að gera gluggum heldur en er hérna inn í mótuninu og þá bara vísa ég aftur yfir þessa hérna síðu. Þetta er back hérna, in options og þá geta slökkva hérna á þessar stór. Hérna þessu krítiskeru sem var hérna, en það er ennþá valið Revit. Nú segir bara hérna Windows. Og Enter. Og það er sama hérna er þetta að velja einhverja þá framleiðendur, það er svona því þekkið. Nú ja, þá skróla þessi gegnum þetta og sjá hvernig þetta lítur út. Það er vélargluggar. Og þetta er ágætt að velja sko einhverja framleiðendur sem ég þekkið. Því að þessi með að selja hérna sem í Íslandi þá er það yfirleitt gluggagerðir sem við viljum sjá í húsunum okkur í Íslandi. Við sjáum alltaf að það eru svo margar gluggagerðir til og kannski gluggar sem henti ekki alveg íslenskum aðstæðum. En allavega þið þá bara veljið þá gluggar sem að þið viljið fá og þið lótið þeim inn í mótilið á sama hátt og við gerum með hurðina. Og það er að sama með ef við viljið sjá efnisvalið eins og þetta með seinna á glugganum, ljóm með hann, þannig að koma inn í properties, farið hérna í edit type og hérna sjáum við þá mismunandi efnisgerði ef við viljum breyta því eitthvað. Þá segir það bara gott að byrja.